Amen. Þetta verður eitthvað geggjað kvöld, ekki sammála því? Ef þá ekki að taka þátt í þessu, þið sitja hann niður eins og ég veit ekki hvað. Man að standa og dansa, það ekki? Þetta verður geggjað kvöld. Og hérna, ég ætla að byrja á því að biðja fyrir bænarefnum. Og það komið þó nokkuð mikið af bænarefnum inn. Og ég var að fá eitt í hendurna núna, það eru 2 einstaklingar sem að tóku líf sitt og biðja fyrir fjölskyldunni kring og það. Það eru manneskja sem inn á Landspítala og overdósaði og þetta er í röðum, í alvöru að tala. Það er mjög alvarlegt ástand sem í gangi í þessum heimi. En við erum öll líka með eitthvað bænarefni okkar hjarta og vitið það skiptir máli að við biðjum fyrir þeim einstaklingum sem í kringum okkur sem þurfa á hjálpina að halda. Trúum við því? Eitthvað hluta vegna þá erum við hér, ekki bara að hlusta á frábæra lofgjörð, en það sem við vonum með lofgjörðinni að Guð muni opna hjartaðið fyrir því sem hann að segja, bæði gegnum textana og þeir sem að tala hér. Nú það verður yndislegt að heyra í þránu okkar sem ætlar að tala til okkar, hann býr erlendis núna og búinn að vera með þessu starfinu frá byrjun og það verður spennandi að fá að heyra í honum. En ef við ekki að rísa á fætur og ég hvet ykkur bara til þess að loka augunum og hugsa núna, hver er það, hvað er það sem kemur upp í huga ykkur núna, hvaða einstaklingur kemur upp í ykkar huga núna. Á sínu tíma var eitthvað sem bað fyrir þér og það er þess vegna sem þú ert hérna í kvöld. Og við þurfum að læra að láta af og leyfa Guði að koma inn í líf okkar. Hætta þessari þrjósku hérna upp í hausnum alltaf hreint. Að við höldum við getum þetta sjálf. Að því við getum þetta ekki einn, það er ekki hægt. En saman þá getum við það með því að þráðurinn sem upp í himinin sem hjálpar okkur að ganga þessa leið. Í gegnum kraftaverk í líf okkar. Algjör umsnúningur í öllu sem að gerist í líf okkar þegar við ákveðum að treysta honum fullkomlega. Það er bara að koma okkur í aftursæti og leyfa honum að stýra. Hættum að reyna að hjálpa honum, hann þarf ekki hjálp. Hann veit nákvæmlega hvað það er sem þú þarft fyrir þitt líf. Bara Faðir, við þökkum þig fyrir náðina, við þökkum þig fyrir miskunn þína og þína elsku drottin til eins og sérhvert sem hér inni og heiminum í dag drottin. Ég bið þig bara Faðir mig við megum svona láta af drottin og horfa til þín, treysta þér fyrir lífum okkar. Þú getur tekið kvíðan í burtu og óttan í líf okkar. Þú getur tekið upp hugsanir að taka líf okkar. Þú drottin grípur inn í líf okkar í öllum kringumstæður, bara við hrópum til þín. Þú munt aldrei tróða þér inn í líf okkar. Og ég bið drottin að gefa okkur þessa trú. Ekki það að við þurfum alltaf að fara á enda drottin brautarinnar og hrópa þá tíðin. Heldur gera það bara strax og leggja þetta algjörlega til þín. Eins og orðið segið, verðum ekki hugssjúkir neitt. Heldur gera í öllum hlutum óskir ykkar kunna Guði með bæn, beðinu og þakkagjörð og þá mun friður Guðs sem æðri í öllum skilningi að varðveita hjarta okkar og þessa skrýtna sem að gerast alltaf upp í hausnum á okkur. Hugsannar. Og ég biði bara drottinum, þú heyri bænir eins og sérka sem í hér dag, drottin. Við biðjum fyrir þessum fjölskyldum 2 drottum út af þessum einstaklingum, þessum hryllilegu atburðum sem að gerðust þar. Og ég biði bara elsku drotti mín að umvefja þessa einstaklinga. Allir sem að berjast í sorg, kvíða og ótta drottin í lífi sinu, að þú megi drottin hugga drottin, að þau megi hvíla bara í skuggavængja þinna drottin. Finna þennan frið og þessa ást og þennan kærleika sem út með til okkar drottin. Ég biði drottin fyrir þessum einstaklingum sem núna inn á sjúkrahúsi drottin. Og ég biði drottin þú megir svona opna huga þeirra drottin, hjarta þeirra fyrir þér að þú komi með lausn og lækningun í líf þeirra. Við kottum bara blessun yfir í Jesú nafni og við biði drottin fyrir þránu þegar hann talar í kvöld. Bara blessun drottin, smyrðu varans og tungu til að tala það orð sem þú hefur lagt á hjartans drottin. Í Jesú nafni. Amen, amen. Yndislegt að biðja, besta sem til er. Og líka þegar maður algjörlega uppgefin, þá svo gott að geta bara að varpa öllu áhyggjum á hann og hann mun vel fyrir sjá. Og það er svo mikið að við trúum þessu, krakkar. Þú veist, ég elska lífið, það besta sem til er. Og kannski ykkur inni sem bara elskar alls ekkert lífið. En veistu það að þegar ég lét af og leyfði honum að koma og stjórna, þá fóru hlutirnir að gerast. Blessun eftir blessun eftir blessun. Ég veit ekki hvað ég er í dag. Ég var í fósturstellingu á hverjum einasta degi að kvíða og ótta. Ég hef ekki fundið fyrir þetta í mörg ár og það er svo gott að geta verið á þessum stað.
Tökum á móti sem að lofgjörun ætlar að flæða hérna með okkur í kvöld og leifum Guði bara, hætta að hugsa fólki sem í kringum okkur. Vertu hérna bara eins og þú sett eitt hérna og Guði komi og grípi inn í lífið þitt. Og við ætlum að taka samskot líka, við ætlum að láta hérna baukinn ganga, það gott að gefa í Guðs ríki, hvetur ykkur að vera með, þakka ykkur fyrir hvað þið eru búin að vera óbúslega dugleg við það. Nú erum við að skipuleggja gjafirnar fyrir jólin, þú veist að hjálpa fjölskyldur sem þurfa á því að halda. Þannig endilega ef þú ert á þeim stað þá getur haft samband við okkur hérna, Elísu og eða mig eða Erlu og Þór og þau sem eru hérna, Arna sem fyrir aftan mig, að hafa samband ef þið eru að sækja til hjálp og við reynum að gera það sem við getum. Tökum á saman, elsku vinir, og það svo mikið. Svo ef þið sáu hérna þegar komið inn að þá er jólatré hérna með fullt af pökkum í kring, þeir eru ekki fyrir okkur. Þetta fyrir Mæðrastyrksnefndina hérna í Kópavogi. En ef það er ykkur sem vill búa pakka og sitja undir tréð og merkja það bara hvort það sé fyrir stelpu eða stráka, þá er gaman að taka þátt í og blessa börnin inn í Kópavogi sem að kannski hafa ekki mikla fjármuni, foreldrar hafa ekki mikla fjármuni. Og þetta er það sem við viljum vera í þessu starfi. Þú veist, það er að elska fólk til lífs, elska fólkin í Guðs ríki. Bara Guð bless ykkur og varðveiti. Og næsta mánudag þá hérna verið að skipulega, ég vona, er Telma mín komin? Nei, hún er ekki komin. En allavega þá hérna, ég segi ykkur betur frá því á eftir eða við auglýsum það í vikur, það er spennandi. En höldum áfram í lokinina. Veröldin öll eigi sig
Þér, drottinn minn Jesus, halleluja. Ert þú velkomin hér í kvöld, drottinn minn Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Spirit, sound, rush wind, fire of God, breathe within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering, breath of God, fan us into fragrance from heaven, pour your spirit out, pour your spirit out.
Þakka þér fyrir nærveru, Heiliga Faðir. Mættu sérhverjum hérna, Drottinn Jesús. Heilagur Jesús. Þakka þér fyrir nærveru þína, Drottinn minn Jesús. Leyfðu hverjum og einasta hér inni að finna fyrir þér, Drottinn minn Jesús. Við lofum þig, við tignum og við elskum þig, Jesús. Við erum hér í kvöld vegna þín, Drottinn minn Jesús, og fyrir þig, Drottinn minn Jesús. Heilagur Jesús. Pour your spirit out, Holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Jesus, halleluja, tack Jesus. The Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Lift your eyes to heaven. There is freedom. Lift your eyes to heaven. There is freedom. Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. If you're tired and thirsty, there is freedom. If you're tired and thirsty, there is freedom. Give your all to Jesus. There is freedom. Give your all to Jesus. There is freedom. Synger samma freedom reigns. Så lovar man i kväll, halleluja. Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom.
Showers of mercy and grace falling on every face. This freedom. Jesus. Tack Jesus. Amen. Synger samman What a beautiful name. Ett av mina uppehållslöv. Tack Jesus. You were the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down.
Góða kvöldið. Ég heiti Þráinn Skúlason fyrir ykkur sem ekki hafið séð mig áður eða viti hver ég er. Og eins og Óli sagði, ég var hérna aðeins með í starfinu frá byrjun. Get ég fengið smá ljós í salin, Óli? Er það hægt svo ég sjáu framan í fólkið? Annars held ég sé einn hérna og enginn sé að hlusta. Allir sé sofandi. Svona, já, ég held ég sjá aðeins. Já, ég ætla að tala við ykkur í kvöld, ég ætla nú ekki að vera lengi. Má ég biðja þig, vinur, hérna á bassan, bassamaðurinn og konaðinn. Er hún farin kannski eða? Já, hérna bara. Já, þarna kemur einhver. Já. Má ég tala við ykkur aðeins? Eru þið með síma? Ég ætla að hringja í ykkur. Nei, takið upp það sem ég segi, ef þið vildi gera svo vel. Takk fyrir tónlistina hennar. Nei, það er alltaf að koma. Guð er ekkert, hann er ekkert að líta sér selv. Það var mjög gaman að fylgjast með ykkur í lofgjörðinni. Og þegar ég horfði á þig, þá sá ég trúboðsmörninguna sem yfir þér. Það er mjög sterk trúboðsmörning yfir lífiðinu. Og þú ert búin að vera að bíða og bíða í ákveðin tíma. Þú ert búin að bíða svolítið lengi eftir að Guð opni fyrir þig. Ég sá hliðið fyrir fram að þig sem Guð er að fara að opna núna. Það er að opnast nýjir möguleikar fyrir þig í göngunum með honum. Og hann er að opna fyrir hliðið sem þú ert búin að vera að bíða eftir. Þú hefur líka spámanlega smörningu sem er yfir þér. Þú heyrir frá Guð og þú sérð. Og þá eftir að aukast í þínu lífi. Þú ert eftir að sjá meiri sýnir og heyra mjög skýrt og sterkar frá Guði heldur en nokkuð tímann heyrt áður. Þú hefur ekki alltaf verið viðurkennt. Fólk hefur ekki séð þig fyrir það sem þú ert, það sem Guð sér þig sem þú ert. Því köllun yfir þínu lífi er mjög sterk. Og þú ert kölluð í full-time ministry sem kallað er. Köllun er í full-time ministry til að þjóna fyrir Guð af öllu leyti í þínu lífi. Og bróðið, þú ert mjög tryggur, þú ert trúr og þú ert sterkur, þú ert styrkt og þú ert stoð í Guðs ríkinu. Þú ert ekki maður sem eru hreyfður auðveldlega og þegar þú tekur afstöðu og þegar þú tekur, hefur ákveðið hvað þú ætlar að gera, þá stendur með þínum ákvörðunum og þú byggir þær á Guðsorði, trú ég. Þú byggir þær á Guðsorði. Þú ert heill, þú ert heiðarlegur og þú ert maður orðsins, þú átt að tala Guðs orð. Það er smörningi við tunguðina, það er smörningi við vörðinum til að tala og þið bæði hafið þá smörningu að tala og predika. Guð hefur séð ykkur. Hann hefur séð elskuna sem þið berið til hans, hann hefur séð kærleikann sem þið berið til hans, hann heyrir bænir ykkar, hann hefur séð þig, sérstaklega þig á hnjánum þegar þú biður og hann hefur séð tárin þín og hann heyrir bænir ykkar. Munið það að tímasetningar Guðs eru alltaf fullkomnar. Tímasetningar Guðs eru alltaf fullkomnar. Hann hefur ekki glemt ykkur, hann hefur ekki farið fram hjá ykkur og skilið ykkur eftir. Svo bless ykkur í Jesú nafni. Bless ykkur. Bless ykkur bæði. Já, mér langar að tala við ykkur í kvöld um hugan okkar sem getur sem verið svolítið ruglingslegur, allavega hjá mér. Að eins og Óli sagði hér í upphafi þegar hann var að biðja fyrir bænarefnunum, að það segir í Filippíubréfunum 4:6, verið ekki hugsjúkum neitt, heldur gerið öllum hlutum óskir ykkar kunnar, Guði með bæn og beiðni og þakkagjörð. Og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjört ykkur og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Það sem hann er í raun og veru að segja okkur þarna er að friður Guðs er til staðar fyrir þig og mig, sérstaklega fyrir hugan okkar. Mörg okkur, ég trúi þessi fólk inn í kvöld sem er að glíma við allskis hugsanir sem jafnvel ræður ekki við og það er eins og hausinn á þau sé bara þeytivinda og hugsanir sem hún ræður ekkit við. En þarna segir hann við okkur hvernig við getum öðlast þennan frið í huganum og leið í hjartan okkar. Og það er eins og svo oft áður í Guðs orði, þá er talað að Guð vill gera þetta og mun gera þetta ef að ég geri. Það er ekki bara Guð gerði þetta fyrir mig, Guð gerði þetta fyrir mig, það virkar ekki alveg þannig. Ég er hér til að þjóna Guði,
Guð ekki hér til að þjóna mér. Ég hélt það í upphafi og mér var kennt það svolítið í upphafi eftir ég frelsaðist. Alla blessanendur og allt þetta, það eins og Guð var að bíða eftir að geta þjónað mér. Það ekki alveg þannig. Ég hér til að þjóna honum. Guð þarf ekki á mér að halda. Ég þarf á honum að halda. Ég þarfnast hans, hann þarfnast ekki mín. Og eins og segir hérna, ég kannski kem betur að því aðeins seinna í kvöld, að til þess að öðlast þennan frið, þá þarf ég að gera Guði óskir mér að kunna með bæn. Ég þarf að biðja. Með beiðni og þakkagjörð. Ég þarf að biðja og ég þarf að þakka Guði. Ég þarf að biðja og þakka. Gleymdu ekki að þakka Guði fyrir það sem hann gert fyrir þig. Veistu það andardrátturinn sem þú ert að draga núna Guði að þakka. Hann hefur gefið okkur lífið. Við höfum öll eitthvað að þakka fyrir þegar kemur að Guði. En stundum sálin og andinn að berjast. Það að segja tilfinningarna mínar, ég eða jáið eða ég í sjálfu mér berst við minn eigin anda. Og Davíð segir í sálmónum á einu stað, vertu róleg sála mín, þegar hann að tala til sálinni sjálfum sér að tilfinningarna eru. Og það í raun og veru, það virkar, ég hef prófað það. Þegar ég verið kannski tjúnaður eða ekki alveg svona tilfinningarlega réttur, að það verið gerst einu sinni í mínu lífi. Nei, ég að ljúga ykkur, maður á ekki að ljúga í kirkju, Ég eins og við all hinir. Okkur skortur all Guðs stýr, segir Guðs orðið. Að Davíð sagði við sálinni sjálfum sér, vertu róleg sála mín, til að róa sjálfan sér niður. Þannig ég get talað inn í mitt eigi líf. Ég get talað við mig neikvæða hluti, ég get talað inn í mig jákvæða hluti. Og ef ég játa yfir mínu eigin lífi það sem Guð segir mig, þá ég að byggja sjálfa mig upp. En til þess, þá þarf ég að trúa á hann. Þá þarf ég að trúa því að hann sé til. Ég þarf að trúa því að hann vilji vera með mér og hjálpa mér og ganga með mér í gegnum lífið. Það grunnurinn að þessu öllu saman sem ég að tala um. Og eins og það ekki, þegar ég frelsaðist, sum ykkar hafa nú heyrt þessa sögu, þegar ég frelsaðist hvernig ég mætti Jesú og hvernig hann kom inn í herbyggi þar sem ég var. Herbyggi fylltist af frið, herbyggi fylltist af kærleika, elsku eins og ég hef aldrei upplifað á ævinni áður. Og hann líkamlega faðmaði mig. Ég fann það líkamlega, hann faðmaði mig. Og fyrir nokkur mánuðum síðan, ég var ekki 3-4 mánuðum eitthvað svoleiðis, þá vorum við heima og ég var inn í herbygginu, svefnherbyggi. Mér hafði liðið eitthvað mjög illa og mér leið mjög skyngilega, mér fannst ég vera einn, mér fannst ég vera yfirgefin, mér fannst Guð hafa snúið mér baki og ég veit ekki hvað, ég var í svona sjálfsvorkunnardæmi og þá allt í henni birtist fyrir fram að mig svona lítil ský, svona hnoðrar inn í herbygginu sem fór að fljóta svona fyrir fram að mig. Nú held ég svona alveg örglaður, en ég var alveg streit ég var ekki fullur þetta gerist. Að þá voru svona litlir, þetta voru svona á stærð eins og baseball eða eitthvað svoleiðis, kannski aðeins stærri. Svo gæti ég kom við þetta var svona silki mjúkt, svo flaut þetta svona í loftinu, nokkuð mörg stykki, svo birtist fyrir fram að mig svona stórt stærra ský og inn í þessu skýi var maður sem sneri baki í mig. Ég horfa á hann og þá veit ég að þetta Jesú. Hann snýr sér við og horfir á mig. Kemur svo til mér og tekur utan af mig, þar sem ég stóð. Þetta minn Jesús. Þetta Jesús biblíunar. Þetta mjög biblíulegt. Við sjáum þetta mjög víða í biblíun að Jesús snertir við fólki með þessum hætti, jafnvel eftir að rísa upp frá dauðum. Þetta okkar Guð, þetta sá Jesús sem ég þekki og þetta sá Jesús sem ég elska og þetta sá Jesús sem elskar mig. Og þá skildi ég það, af hverju snér hann baki mig fyrst og snéri sér svo við. Vegna þess að þegar hann snéri baki mig, það var eins og mér leið. Það var eins og ég sá hann. Ég sá hann eins og hann hafði snúið baki í mér og ég væri einn og yfirgefin.
svo sýndi hann mér eins og hann raunverulega, þá sneri hann sig við. Hann hafði aldrei yfirgefið mig og mun aldrei yfirgefa mig. Hann alltaf með mér og verður alltaf með mér. Alltaf. Ég get ekkert gert til þess að hann vilji ekki vera hjá mér. Alveg sama hvort ég finni fyrir honum eða ekki, alveg sama hvort lífið mitt að ganga upp og við eða niður á við eða bara flatt eða hvað í gangi. Það ekkert sem fær breytt hans elsku til mín. Ekki neitt. Ég get ekki gert til hann elski mig minna og ekki heldur gert neitt til hann elski mig meira. En þetta sá sem hann og þegar hann segir við okkur í Jóhannesar Guðspjalli og segir hann við okkur og hvers sem þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gera svo að Faðirinn vegssamist í syninum. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Við vorum að tala um það áðan að þetta hann vill að við biðjum með bæn, beiðni og þakkargjörð. Hann vill að við séum þakklátt og sýnum honum þakklæti og tölum við hann í þakklæti. Og eins og Pétur segir í sínu bréfi, í síðara Pétursbréfinu í kapla 1, versi 2, hann segir náð og friður margfaldist með yður með þekkingunni á Guði og Jesú drottni vorum. Sem sagt náðin og friðurinn margfaldist. Hvernig get ég látið friðinn margfaldast í mínu lífi? Með þekkingunni á Guði og drottni vorum Jesú Kristi. Þannig get ég látið þekkinguna og þannig get ég látið friðinn margfaldast, náðina og friðinn í mínu lífi með því að læra að þekkja hann betur. Og hvernig ger ég það að læra að þekkja hann betur? Það sem við erum að tala með bæn, eiga bara samfélag, bara tala við hann. Bænin ekki endilega að fara á hnén og spenna greipur og biðja, ég ekki að gera lítið úr því, ekki misskila mig. En bara alveg eins og tala við vin þinn, eða þú tala við maka þinn, konuna þina eða manni þinn. Talaðu þannig við Jesú. Talaðu þannig við hann. Það ekkert sem hann veit ekki um þig. Þú getur ekki sagt honum eitthvað sem kemur honum á óvart í raun og veru. En hann vill að við eigum samfélag við hann og lærum að þekkja hann. Og þú lærir fyrst og fremst að þekkja hann með því að lesa Guðs orð. Ef þú vilt læra að þekkja hver Guð eða þú vilt læra að þekkja Jesú Krist, lest þá Biblíuna. Lestu Biblíuna. Þá kynnist honum. Ef þú vilt þekkja höfundinn, lestu það sem hann skrifaði. Lestu það sem hann segir. Þannig lærið þú að þekkja Jesú Krist. Og veistu það sem eitt af því sem að Biblían kennir okkur, eða segir okkur, það og kennir okkur, að Guð elska okkur svo mikið hann gaf son sinn. Þannig að sá sem trúur á hann muni lifa eilífu, jafnvel þó hann deyi. Og það þýðir að þegar við deyjum, þá lifum við áfram annarkvort eða. Það það sem Biblían segir. Þegar ég dey, þá lifi ég annarkvort á himnum eða fjarri Guði. Biblían kallar það helvíti. Það ekki ég sem bjóð þetta til, Biblían segir þetta. Ef þetta stöðar þig, ekki vera reiður út í mig, talaði við Guð það, hann skrifaði þetta. En veistu það að Jesús, það sem að gerðist að hann deyr á krossinum. Það sem að gerðist í raun og veru var það að hann sirka 33 ára gamall. Biblían segir hann var að fullu maður og að fullu Guð. Þannig þetta 33 ára gamall maður. Við stundum tölum Jesús sem Guð sem hann ekki misskilja mig, sem hann Við gleymum að líta á það, hann kom líka sem fullur maður og fullur Guð. Að fullur maður og fullur Guð, hann var bæði maður og Guð. Og þarna höfum við þennan réttláta, syndlausa, 33 ára ungan mann sem pyntaður, hafði aldrei gert neinum neitt. Hann hafði bara gert gott. Hann hafði aldrei syngað, aldrei talað illa nokkurn mann, eða komið illa fram við nokkurn mann, eða gert nokkurum illt. Hann tekinn, hann pyntaður. Og þeir byrjaði að reyna mörkur honum lífið. Í 24 tíma var hann pyntaður. Ég efast það bil 24 tíma. Ég get ekki fullyrt að 24, en ég vil segja nálægt 24.
á þess að sofa eða neitt var hann pyntaður. Síðan var hann látinn lyfta og draga krossinn nánast alla leið upp á Golgata, það sem negla hann á krossinn. Og það er ykkur kvalafyllsti dauðdagi sem nokkur maður getur upplifað, að það er að vera krossfestur. Þú ferður öllum liðamótum, þegar fæturnurinn eldir saman, hendurnar út, að þá ferður það síga smátt og smátt, þangað til þú ferður axlalið á báðum, þú ferður á mjaðmalið, þú ferður öllum liðum, og þú ert að reyna að spyrna þér upp því að þindin fer að ýta á lungun og þú hættar ekki að andað. Þá fer að spyrna þér upp til að geta andað. Þá koma þér í lokin og lappa brjóta þig, þá getur ekki staðið upp lengur og kafnar. Þannig drepa þér þig. En Jesús, hann var ekki drepinn. Það var enginn sem tók hans líf því að beinin í fótunum hans voru aldrei brotin. Þeir brutu aldrei beinin í fótunum og honum því að hann hafði gefið upp andan áður. Þannig að það var enginn sem tók lífið hans, hann gaf það. Jesús gaf lífið svo ég og þú getum lifað að eilífu með Guði eftir að við deyjum hér á jörðinni. Það var það sem hann gerði. Þessi ungi maður sem var Guð og maður. Og þegar allt saman er að gerast, búið að pynta og allt þetta, þá eru 2 menn á krossinum sikkur megin við hann. Þeir fara að hæðast á hann, gera grín á hann. Og þangað til annar þeirra átta sig á því að hann er virkilega Guð. Og hann segir við hinn ræningjan sem var á krossinum, hættu að tala, veist ég hver þetta er, við sérðu það ekki, þessi maður er svona Guðs. Og hann segir við Jesús, minnstu mín í dag. Og Jesús segir við hann, í dag máttu vera með mér í paradís. Með þess að þessari stundu, þá var þessi ungi maður sem hafi verið pyntaður svona rosalega og síðan eldur á krossin, hann fyrirgefur manninu við hliðin á sér sem hafi verið að gera grín á hann. Ég veit það ef að ég sef ekki í 24 tíma, þá er ég geðillur. Skilur, ekki koma til mín að biðja mig að fyrirgefa þér þá. Bara ef ég hef ekki sofið. En hvað þá ef að maður hefur verið pyntaður og síðan neldur alveg við það að deyja eftir pyntingar. Þá segir hann, ég fyrirgef þér. Og hann segir, Faðir, fyrirgefðu þeim, fyrirgefðu líka mönnunum sem standa fyrir frammi sem eldum á korsin, þeir veit ekki hvað þeir að gera. Þetta er sá Jesús sem að dó fyrir þig. Og þetta er sá Jesús sem að Biblían segir að hver sá sem trúir á hann og játar með munnu sínum að Jesús er drottinn og trúir í hjarta sín að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, hann mun aldrei eilífu deyja. En hann er svo góður, hann gaf þér frjálsan vilja. Þú getur ákveðið hvað þú vilt gera í þínu lífi. Viltu þakka honum með bæn, beiðni og þakkagjörð? Þannig að friður hans fylli huga þinn. Viltu opna hjarta þitt fyrir honum og leyfa honum að koma inn í hjarta þitt og vera herra í þínu lífi? Eða viltu nota sem hæki í gegnum lífið? Eða viltu nota þennan unga mann sem er Guð, sem var pyntaður og neldur fyrir mig og fyrir þig? Vil ég nota hann til að reyna að láta hann þjóna mér? Eða ætla ég að gefa honum mitt líf? Og veistu það, mörg ykkar hérna inni hafið upplifað ykkur undanfarið eins og þið séu með hlekkjum fæturnar á okkur. Eins og þegar þið reynið að labba og fara þangað sem ykkur, þið vitið að þið eigið að fara, þið vitið hvað er rétt í lífinu, þið vitið hvað er rétt að gera, að þið upplifið stundum eins og þið komist ekki. Eins og það sé alltaf ykkur hlekkir lappirnar á mér sem að halda mér. Veistu það að Jesús getur sett í frjáls og hann getur brotið þess að leggja að þér. Ég ætla að biðja fyrir ykkur eftir. Það eru nokkuð mörg ykkar hérna inni í kvöld sem upplifið ykkur í þessari stöðu sem ég er að tala um. Mér langar að biðja fyrir ykkur eftir og brjóta þess að leggja af ykkur. Eins að Biblían segir líka að hann hefur gefið okkur allt vald á himni og jörðu, segir Jesús. Hann hefur gefið okkur allt. Það er allt vald í nafninu Jesú. Það er allt vald í því nafni. Þannig ef að þú hefur ekki í þínu lífi
opna hjartaðið fyrir honum og gefið honum líf þitt og beðið hann að koma og hjálpa þér og vera herra í þínu lífi, þá langar mig að biðja með þér núna, ef að þú vilt biðja, að þú vilt taka við Jesú Kristi sem þínum frelsari í þínu lífi. Þú hefur enga að tapa, þú hefur allt að vinna. Þú hefur enga að tapa og allt að vinna. Mér langar að biðja stutta bæn, það sem að við bjóðum Jesú inn í hjarta okkar. Ég ætla ekki að biðja þig að standa upp. Ég ætla ekki að biðja að rétta upp hendi eða neitt svoleiðis. Ef þú vilt biðja og taka á móti Jesú, heldur langar mig að biðja okkur öll, að biðja þessa bæn saman. Ekki biðja hann ef þú vilt ekki. En eigum við öll að biðja í sameiningu núna, biðja Jesú að koma inn í hjarta okkar og ég bið stutta bæn og þið bara hafið hann eftir mér. Við skulum biðja saman. Kæri Jesús, ég þakka þig fyrir að þú dóst á krossi fyrir mig. Ég bið þig að fyrirgefa mér alla mína syndir. Og ég bið þig að koma inn í hjarta mitt núna. Vertu drottin og herra í mínu lífi. Ég þakka þig, kæri Jesús, að ég tilheyri núna þinni fjölskyldu. Í Jesú nafni. Amen. Ef þú ert að biðja þessa bæn í fyrsta skipti, þá langum við bara að taka ofan fyrir þér. Ég ber mjög mikla virðingu fyrir fólki sem biður svona bæn og biður Jesús komin í hjarta sér. Það þarf hugur ekki til þess. Það þarf kjark til að fylgja honum. Það eitthvað besta í lífinu sem getur gert að fylgja Jesú Kristi. Það ekki alltaf auðvelt. Alls ekki. En það sagði hann okkur ekki að lífið yrði auðvelt með honum, en það alltaf gott. Og hann alltaf með okkur. Og veistu það, þegar hann dó á krossinum, á því augnabliki, þegar Jesús segir, það er fullkomnað, þá gefur hann bönduna. Þegar hann deyr, vitið hvað gerðist? Í musterinu, þar sem þeir geymdu örkina, þar sem að boðorðin voru inn í, og þar var svona tjald fyrir fram sem var kallað fortjald, þangað inn mátti enginn fara nema æðsti presturinn og bara einu svona ári. Og það bundi band í löppin á honum, því ef hann dytti niður dauður, það gótiði dreigja hann út. Af því það var hætt á því að myndi detta niður dauður. Af því Guð er heilagur, og ef hann hafði ekki verið hreinsaður af synd sjálfur áður en að fór inn, þá dó hann. Þannig að það bundi band í fótinn á hann. En það sem að gerist þegar Jesús deyr er það að þetta fortjald, það rifnaði niður og opnaðist. Sem að þýðir það að með krossfestingunni þá gaf hann okkur möguleika á því að koma beint fram fyrir Guð. Eins og við erum. Standa beint frammi fyrir honum í bæn, beiðn og þakkargjörð. Og leið og þetta gerist, að fortjaldi rifnar, það kemur út svo mikið líf, svo mikið kraftur og líf, það verður jarðskjálfti og ekki bara jarðskjálfti, heldur að allt dauðafólki í kirkjugörðunum reis upp. Pæliði því. Grafirnar í kirkjugarðinum á svæðinu, þær opnuðust og þeir sem voru grafnir, þeir bara risu upp og löbbuðu allan bæinn. Pæliði því ef Jesús hefði krossfestur í gær í Reykjavík. Getið ímyndað ykkur. Ég reynir stundum að sjá þetta fyrir mér og ímyndað mér hvernig ætli hafi verið að labba um götuna þegar þetta var að gerast. Getið ímyndað ykkur kraftinn. Þetta er krafturinn sem að reisti Jesú Kristi upp frá dauðum og Biblían segir að sami kraftur og reisti Jesú Kristi frá dauðum, hann býr innra með þér og mér. Þetta er sami krafturinn og var þarna á ferðinni sem er innra með þér. Ef þú tilheyrir Jesú Kristi þá er hann innra með þér. Þess vegna getum við í hans nafni, í Jesú nafni, komið á móti öllu illu í okkar lífi, alveg sama hvað það er. Ég get staðið gegn öllu illu í mínu lífi í Jesú nafni. Það getur ekki gert neitt við mig, ekkert.
Ég veit ekki hversu oft það hefur verið reynt. Það bara virkar ekki. Ég var einu sinni að hafa dímon, illur andi sem vakti mig inn á nóttina, stutt eftir ég frelsaðist. Hann stóð við rúmgaflinn á rúminu mínu. Ég opnaði, hver þú? Segi ég við hann. Hann segir, ég andi magakrabbameins, ég er komin hérna til að drepa þig. Ég horfa á hann og segi, þú getur það ekki, ég tilheyri Jesú Kristi. Þá gufaði hann upp fyrir frá mig. Hann þoldi ekki nafnið Jesú Kristur. Nú haldið ég sé orðinn endanlega ruglaður. En vitið það, þetta er svo raunverulegt. Þetta er svo raunverulegt. Þessi heimur er svo raunverulegur. Og þessuna, þegar við erum að glíma við þessar hugsanir og við erum að biðja með bæn, bein og þakka gjörða að friður Guð sem er æðri öllu skilningi fyll í huga okkar hjarta, að stundum upplifum við bara, heyrðu það virkar hitt, það er ennþá þessar hugsanir ennþá að brjálast þarna inn í hausnum á mér. Þeir eru að lifa þarna leigufrítt í kollurum á mér. Skiptu þeim út. Taktu fallegar hugsanir, góðar hugsanir og settu þær inn í hugaðinn í staðinn. Skiptu þeim út, ýttu hinum í burtu. Taktu vilja ákvörðun. Smátt og smátt verður það auðveldara og auðveldara og auðveldara. Smátt og smátt. Og það virkar. Er einhver hérna inni sem hefur verið að glíma við mikinn ótta varandi barnið sitt? Ótta að það komi eitthvað fyrir börnin mín eða barnið mitt? Stanslaus smeykur eða mjög oft hræddur eða óttaslegin yfir því að það muni eitthvað koma fyrir börnin mín. Einhversi kannast við það? Ég sé ekki neitt. Já. Má ég biðja ykkur að standa upp þeir sem réttu upp hönd? Má ég biðja ykkur að geti lækkað aðeins ljósin hérna á mér svo ég sjái fólki? Er það hægt? Eða hækka hinn ljósin, hvernig sem ég gerir hvort sem er betra, sko. Já. Mér langar að biðja fyrir ykkur ef ég má, út af þessu, og þetta sem er að trufla okkur stundum, þetta sem kallað er familiar spirits, eða þetta eru svona kunnuleika andar sem eru að bomba, eða sem eru að, nú er ég að mixa öllu saman enskunni og íslenskunni, að því ég tala meira enskunni og íslensku í dag, að hérna er að gera árásar huga okkar og valda okkur þessu hugarangur, þessum ótta. Þetta er óraunverulegt, þetta er ekki sannleikurinn og þetta er ekki raunveruleikin. Við ætlum að brjóta þetta af ykkur í Jesú nafni, bara með stuttri bæn. Þannig í Jesú nafni þá kem ég gegn öllu hugavíli fyrir nafni Jesús, fyrir það vald og þann kraft sem mér er gefið, fyrir nafnið Jesús, þá brýt ég þetta af ykkur í Jesú nafni. Ég skipa þessum hugsunum að fara, ég skipa þessum kunnuleikandum að fara og þeir kom ekki aftur í Jesú nafni. Ég blessa börnin ykkar þar sem þau eru og ég kalla vend Guðs yfir börnin ykkar í Jesú nafni. Ég kalla fullkomna vend Drottins yfir börnin ykkar í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk fyrir mig að setjast. Það þarf ekki oft langar bænir eða mikil öskur. Því valdið er bara í orðunum sem við tölum út í Jesú nafni. Valdið er í því. Það segir í Filippíubréfinu 4:8 að endingu systkin, allt sem er satt og allt sem er göfugt og rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Hugsum það, setjum það í hug okkar, veltum því fyrir okkur daginn út og daginn inn, svo að segja. Og munum þetta, Jesús segir áfram í Jóhannesar Guðspjalli þar sem vorum áðan, ef þér eru í mér og orð mín eru í yður, þá bíðum hvað sem þið viljið og yður mun veitast það, því að það segir síðan seinna í sama kafla, fyrr, segir á undan þessu, það segir ég er vínviðurinn og þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þið alls ekki neitt gert. Þannig að grundvöllurinn til þess að bera ávöxt í lífinu er að vera í honum og leyfa honum að vera í mér. Það er eitt að trúa á Jesú Krist og það er annað að eiga samfélag við hann.
Það er tvennt ólíkt. Ég get trúa því að Jesús sé drottinn. Ég get trúa því að Jesús sé Guð. Það þýðir ekki að ég er í samfélag við hann. Ég get lesið hann og vita hver hann er, heyrt aðra tala hann. Það þýðir ekki að ég er í samfélag við hann. Ég get verið á biðstofunni og læknastofunni. Það eru 3-4 einstaklingar þar inni. Og þeir, ég er í þeirra nærveru, ég er í samfélaginu, eða ég er í nærveru við þá, en ég þekki þau ekki nema ég er í samfélag við þá. Þannig mér langar að hvetja ykkur að lokum, mér langar enda á því að hvetja ykkur, biðjiði, taliði við hann, eigiði samfélag við hann. Gefið honum hjarta ykkar á öllu leyti. Því það er ekkert eins yndislegt eins og að elska Jesú Krist. Það er ekkert eins gott eins og að elska Jesú Krist. Því hann er ekki bara góður, hann er yfirnáttúrulegur Guð. Hann verndar okkur og hann sér fyrir okkur. Vistu að kona mín hefur verið reist 2 sinnum upp frá dauðum. 2 sinnum hefur hún verið reist upp frá dauðum. Hún situr þarna núna. Þetta er sá Jesús sem við eigum. Þetta er okkar Guð. Þetta er Guð Biblíunnar. Þetta er ekki ykkur saga, ykkur ævintýri. Þetta er raunveruleikin. Þetta er raunveruleikin, þetta er hann. Ef það er, Óli minn, erum við með fyrirbænar teymi? Já. Ef það er einhver sem vill fyrirbæn, þá er hérna fólk sem vill biðja fyrir ykkur. Þá langar mig að bjóða ykkur að koma hérna fram. Það kemur fólk og biður fyrir ykkur. Við leggja hendur á ykkur. Mér langar að segja þetta við ykkur, þeir sem komi hérna upp. Þið munið finna nærveru heilags anda. Þið munið finna kraft Guðs snerta við ykkur. Mér er alveg sama hver þú ert, hvaðan þú kemur, hvaða bakgrunn þú hefur. Heilagur andi mun snerta við þér. Einfaldlega vegna þess hver hann er. Ekki hver ég er eða þú ert, heldur vegna þess hver hann er. Þannig að það er eitthvað í þínu lífi sem þú vilt fá fyrirbæn fyrir. Komdu fram, komdu hingað upp. Eitt í viðbót, já. Ef það er einhver hérna inni sem hefur verið að glíma við samviskubit vegna fóstureyðinga, Jesús vil snerta við þér. Hann vil snerta við þér. Hann vil fullvissa þig að hann elskar þig. Ég ætla ekki að biðja rétt upp hendi að standa upp eða neitt svoleiðis. Hann vil fullvissa þig að hann elskar þig. Það er mjög algengt að það gerist í þessum heimi sem við búum í. Og það er mjög algengt að fólk sjá eftir á og gangi með samviskubit gegnum lífið það sem eftir er. Guð vil leysa þig undan þessu. Hann vil gefa þér sinn frið og hann vil gefa þér sína blessun. Ég þekki þetta af eigin reynslu. 18 ára gamall, þá fór ég og kærasta mín í fóstureyðingu. Ég hafði ekki hugmynd hvað ég var að gera, ekki grænan grunn og ekki hún heldur. Þetta var bara eins og að fara út í apótek og kaupa pilluglas. Þetta var bara mjög eðlilegt, ekkert mál. Ég var ekki kristinn maður þá. Eftir að ég frelsast gerði mig grein fyrir hvað ég hafði gert. Og ég upplifði algjöra fyrirgefning og endalaust. Og ég veit að ég mun sjá barnið mitt á himnum þegar ég fer til himna. Það veit ég. Ég veit það eins og ég stend hérna. Þannig ef að þú ert á þessum stað sem ég er að tala þá vil ég bjóða þér að koma einnig fram endilega líka. Ég Guð vil snerta við þér. Það er ekki ástæðulaust ég er að tala þetta út. Ég hef aldrei talað þetta út áður á samkomu nokkuð staðar í heiminum. En það er ekki ástæðulaust að ég er að tala þetta út hér í kvöld. Þetta er fyrir einhvern sem er hér í kvöld. Þannig ef þið viljið fá bæn, komið þið hér fram, gjörið svo vel. Gjörið svo vel. Það er fólk sem biður fyrir ykkur.